Komið þið sæl. Í þessum þætti þá ætlum við að halda áfram að ræða við fulltrúa þeirra lista sem bjóða fram til sveitarstjórnarkosninga árið 2014 á Norður- og Austurlandi. Og í dag þá er komið að Akureyri. Akureyri er fjórða fjölmennasta sveitarfélag landsins með réttum 18.100 íbúum. Hrísey og Grímsey tilheyra nú Akureyri eftir sameiningar árið 2004 og 2009. Sveitarstjórnarkosningarnar árið 2010 einkenndust af tiltölulega slakri kjörsókn, föllnum meirihlutum víðsvegar land og velgengni óháðra og staðbundinna framboða. Meirihlutar féllu í öllum stærstu þéttbýlisvæðum landsins, þar með talið á Akureyri. Eitt þeirra framboða sem vakti sérstaka athygli á landsvísu í þessum kosningum var framboð L-lista fólksins á Akureyri sem fékk 45% atkvæða og 6 fulltrúa kjörna og þar með hreinan meirihluta. Öll önnur framboð fengu 1 fulltrúa kjörinn. Fyrir kosningarnar sem eru nú framundan hafa orðið nokkrar breytingar og eru 7 listar nú í framboði. L-listin og bæjarlistin hafa sameinast og Björt framtíð og Dögun bjóða fram í fyrsta sinn á Akureyri. Þá er ljóst að miklar breytingar verða á bæjarstjórninni sem nú kveður og þeirri 9, því 7 af 11 bæjarfulltrúum gefa ekki kost á sér í baráttusæti að þessu sinni. Vikudagur héraðsfréttamiðill á Akureyri hefur staðið fyrir skoðanakönnunum í aðdraganda kosninganna nú í samstarfi við Capacent og má á þeim sjá að útlit fyrir töluverða breytingar á fylgi flokkana frá síðustu kosningum. Ef við skoðum könnun sem gerð var þann 22. maí, þá myndi samkvæmt henni L-listinn fá 2 menn kjörna og tapa þar með meirihluta og 4 mönnum. Þrátt fyrir það er flokkurinn enn næststærstur í bænum með aðeins 0,5% minna fylgi en sjálfstæðisflokkurinn sem samkvæmt þessari skoðanakönnun fengi 3 menn kjörna. Framsóknarflokkurinn og Samfylkingin fengju 2 menn kjörna, Vinstri græn og Björt framtíð 1, en Dögun er nokkuð langt frá því að ná inn fulltrúa samkvæmt þessari könnun með 2,7% fylgi. Þess ber þó að geta að 1/4 þeirra sem tóku þátt í þessari könnun tóku ekki afstöðum, neituðu að svara, ætla að skila auðu eða einfaldlega ekki að kjósa. Við fórum fyrir vikun og hittum fulltrúa þeirra lista sem bjóða fram hér á Akureyri. Við lögðum fyrir þá sömu spurningarnar, 5 spurningar, og við vonum að svörin geti hjálpað ykkur að gera upp hug ykkar fyrir laugardaginn. Hvers vegna ættu kjósendur að velja þinn lista? Af því að við erum hópur fólks sem vill vinna fyrir bæinn okkar af heilindum og ástríðu. Fólk sem vill sjá möguleika Akureyrar nýtta til hins ítrasta og sjá þetta hæfileikaríka fólk sem við eigum hérna að því langi til að búa hérna. Við styðjum fjölbreytileika, við viljum virkja einstaklinginn og við viljum hlusta á hvort annað. Við erum græn í gegn, við viljum miðbæ fullan af lífi og við viljum huga að æskunni. Við virkilega trúum því að hægt sé að breyta stjórnmálahefðinni, að hún þurfi ekki endilega að vera neikvæð og karp og tuð og við viljum leggja okkar að mörkum til þess að lagfæra það. Og ef að fólk treystir okkur og líkar við það sem við höfum að segja, þá má það gjarnan kjósa okkur. Þeir sem hafa áhuga á gildum eins og jöfnuð og samábyrgð, þeir ættu að tryggja okkur góða kosningu. Við erum eina framboðið sem skilgreinir okkur sem jafnaðarmenn og við lítum á þessum hlutverk okkar að tryggja öllum íbúum bæjarins möguleika á að nýta og rækta hæfileika sína. Við leggjum töluverða áherslu á unga fólkið í kosningabaráttunni. Við viljum hækka tómstundaáherslur, stórbæta strætósamgöngur og efla möguleika grunnskólana á að mæta áhuga ungra kjósenda. Ég lít þannig á að Akureyri sé á tímamótum. Við getum áfram þróast sem svona hefðbundin framleiðslu og iðnaðarbær sem býður upp á margt, en er kannski ekki líklegur til þess að halda í unga fólkið og draga mikilvægt vinnuafl inn á svæðið. Við þurfum að setja okkur skýr markmið, við þurfum að tefla saman okkar öflugu framleiðslu fyrirtækjum, góðu tækni fyrirtækjum, háskólanum og verkmenntaskólanum og menntaskólanum, hinnum skapandi greinum og þá gera skaldræðnir. Í mínum augum er þetta ósköp einfalt. Við erum bara með langt frambærilegasta listan og við ætlum að gera góðan bæ betri. Við höfum reynslu og þekkingu Guðmundar í Efstræti sem vegur gríðarlega þungt í svona baráttu og til þess að hann komi okkar málefnum á framfæri þá tel ég að hann þurfa að liða styrk og þar komu ég og Ingibjörg sem er í öðru sætinu mjög sterk inn. Ingibjörg hefur líka reynslu úr stjórnsýslunni, hún var í sveitarstjórn í Eyjafjarðarsveit og svo er ég tel sjálfa með rödd unga fólksins og kem átt með svona nýja og skemmtilega sýn á hlutina. Og við myndum þetta tríó svo kallaða sem er traustsins vert og við lögðum mikla vinnu í því að búa til stefnuskrána okkar sem er bæði raunhæf og skynnsöm
og hvað ég segja, mér finnst við erum tilbúin að vinna fyrir hagsmuni fólksins, hagsmuni allra Akureyringa og þegar allt kemur til alls þetta bara spurningum hvaða fólki kjósendur treysta. Ég myndi treysta öllum á listanum hjá okkur og ég ætla að vona að kjósendur geri það sama. Dögun samtök sanngirni, réttlæti og lýðræði og við viljum efla lýðræði enn frekar með öflugum hverfisnefndum og beinum atkvæðagreiðslum mikilvæg mál. Ég vona að við séum öll meðvituð það að þegar að verða slys að þá það fyrsta að við hugum að fólki og síðan að veraldlegum hlutum. En okkur finnst að því hafi ekki verið þannig farið eftir hrun og nú sannarlega komin tíma því að huga að fólkinu. Við viljum gjarna styðja við barnafjölskyldur með því að veita og vinna því að fá gjaldfríar skólamáltíðir og að börn og unglingar að þau verði jafnari gagnvart þeim tómstundum sem í boði í samfélaginu. Við viljum líka stuðla að hagkvæmara húsnæðiskerfi því allir eiga það skilið að lifa sómasamlegu lífi. Vinstri græn hafa alveg frá upphafi byggt sína hugmyndafræði á ákveðnum grunngildum sem eru umhverfisvernd, jafnrétti, jöfnuður og lýðræði. Þannig að við byggjum okkar pólitík á mjög svona skýrum pólitískum hugsjónum og þar af leiðandi höfum mjög skýr pólitísk markmið þar sem að allar okkar ákvarðanir taka í rauninni mið af þessum grunngildum. Nú fáum við til þess umboð á næsta kjörtímabili að þá munum við beita okkur fyrir því að leiðrétta launastrúktúrinn innan bæjarkerfisins. Við viljum efla vistvænar samgöngur og þétta byggð og við viljum auka aðgengi íbúa að stjórnsýslu bæjarins. Við viljum efla vettvang fyrir grasrótarstarf innan skapandi greina og síðast en ekki síst að þá viljum við standa vörð opinbera þjónustu og tryggja það að hún verði áfram á höndum hins opinbera og verði ekki útvistuð til fyrirtækja eða einkaaðila þar sem að við teljum að slíkt sé til þess fallið að auka enn frekara ójöfnuð í samfélaginu. Ástæðan fyrir því af hverju að kjósa L-listan að við erum búin að standa okkur vel. Við erum búin að efna öll okkar loforð frá 2010, við erum búin að breyta vinnubrögðum í bæjarstjórn til framtíðar, við erum eina óháða framboðið og við viljum Eirík Björn áfram sem bæjarstjóra. Á næstu 4 árum þá ætlum við að létta undir barnafjölskyldum, við ætlum að setja aukinn kraft í atvinnulífið, við ætlum að hlúa að innviðum bæjarins til framtíðar. Við erum búin að sanna okkur síðustu 4 ár, því engin spurning að setja X við L næsta laugardag. Við bjóðum núna fram sjálfstæðismenn mjög sterkan og góðan lista með fjölbreyttu fólki sem hefur mikla og góða reynslu bæði frá stofnunum bæjarins og atvinnulífinu hérna í bænum. Og þetta fólk sem tilbúið til þeirra verka sem þarf að vinna og hefur kjark og þor til að takast á við stór og mikil verkefni sem við stöndum frammi fyrir. Þetta fólk sem tilbúið til að takast á við það að láta rödd Akureyrar heyrast á næsta kjörtímabili sem hefur ekki verið vanþörf á. Við höfum skýra stefnuskrá sem við höfum leitað til fólks í bænum eftir samvinnu og teljum okkur vera að endurspegla vel það sem framundan og fólk leggur áherslu á. Hverju myndir þú helst vilja breyta í sveitarfélaginu? Ég myndi vilja breyta geðheilbrigðisþjónustu fyrir ungt fólk hérna á Akureyri. Við í Samfylkingunni leggjum áherslu á það að samræma þjónustu sem þegar til staðar inn í samfélaginu, búa til meiri ramma utanum þessi mál þannig að einstaklingarnir, unga fólkið okkar og foreldrarnir fái þá þjónustu sem þau þurfa að halda til þess að efla unga fólkið okkar. Við ætlum að setja á fót svo kallað ungmennamiðstöð eða umboðsmann barna þar sem að heildar umsjón verður málefni ungs fólks, sérstaklega þeir sem eiga við veikinda stríða og eru í einhverjum vanda sem við getum hjálpaði með. Eins vil ég auka jöfnuð í samfélaginu. Það ekki öll börn sem fæðast með jöfn tækifæri og það það sem við viljum breyta í okkar samfélagi. Við Framsóknarfólk viljum gera góðan bæ betri. Akureyri sveitarfélag sem hefur upp á fjöldamörg tækifæri að bjóða og í rauninni samfélag sem getum verið afar stolt af. Hins vegar hefur sparnaður undanförnum árum komið niður á ýmsum sviðum í rekstri bæjarins og þeirri þróun teljum við vera afar mikilvægt að snúa við. Við Framsóknarfólk leggjum áherslu á aukna samvinnu og viljum sjá samvinnu meðal annars í bæjarstjórn og nefndum. Já, við myndum vilja fyrst og fremst auka íbúalýðræði og á þann veg að þegar til dæmis standa fyrir einhverjar framkvæmdir á Akureyri eða breytingar á aðalskipulagi
og fólk kemur inn með athugasemdir og það sé virkilega hlustað á athugasemdirnar. Okkur finnst aðeins hafa vantað upp á það. Og eins að virkja hverfisnefndir þannig að þær hafi raunverulegt vald og það sé hlustað á þær. Þar að auki viljum við auka upp á flóru áhugamála og íþrótta fyrir börn og unglinga og sérstaklega bæta og auka vægi listgreina eins og dans, myndlistar, leiklistar og allt það og hafa það með í pottinum á áhugamálum. Og við myndum gjarnan vilja mynda tengslanett á milli þeirra sem starfa með börnum utan skóla í þessum áhugamálum og íþróttum. Þannig að það sé svona eftirfylgni með öllum börnum og það sé síður brottfall. Við í Vinstri grænum teljum langt mikilvægast núna að breyta launamálum í samfélaginu. Við leggjum til að laun starfsmanna Akureyrarbæjar sem eru undir meðallaunum á landsvísu séu hækkuð 10%. Þetta stærstu hóparnir þarna eru kennarar og heilbrigðisstarfsfólk og þetta mikið jafnréttismál en þar sem Akureyrarbæjar langstærsti vinnuveitandinn á svæðinu þá hefur þetta líka áhrif á launaþróun á svæðinu og það mjög mikilvægt að teygja hana upp á við. Björt framtíð leggur meðal annars áherslu á minni sóun á fé, tíma og orku. Fólk að rekast á allskyns veggi í bæjarkerfinu sem þyrfti ekki verið til staðar og mætti laga. Við myndum vilja stytta boðleiðir og tileinka okkur þjónandi forystu sem felst meðal annars í því að mæta fólki með jákvæðni og brosa vör, hlusta og vera til staðar og vinna saman að lausnamiðum niðurstöðum. Svo ég með persónulega draum plastpokalausa Akureyri. Ég held að þetta sé vel gerlegt í smáum skemmtilegum skrefum og fyrir utan að vera mjög umhverfisvænt þá þetta bara mjög töff markasetning fyrir bæinn. Því sem ég myndi vilja breyta væri hvernig við hugsum bæinn okkar. Við þurfum að hugsa, við erum þetta fyrirmynda sveitarfélag, við erum leiðandi. Ég var nú var ný rannsókn eyðfiska efnahagssvæðið og við stöndum á pari við landi. Við erum ekki láglaunasvæði, við erum ekki í slæmum málum. Ég myndi vilja fjölga tækifærum fyrir háskólamennta fólk. Ég myndi vilja fólk sem hefur áhuga að stofna fyrirtæki að það hugsa Akureyri. Ég myndi vilja þau sem koma út úr námi hugsa hætta að hugsa vonandi fæ ég vinnu. Hugsa bara, ég get valið úr vinnum. Ég myndi vilja að við værum að hugsa jákvætt. Ég myndi vilja að við værum að hugsa öll tækifæri sem í samfélaginu. Vegna þess að koma út úr skóla og hafa ágjörðu hvort þú fái vinnu ekki gott mál. Við erum að koma út úr skóla og geta valið úr tækifærum. Þannig að Akureyri vilji sjá. Já, Akureyri mjög öflugt sveitarfélag en það hér í raun allt til alls þannig lagað. En við hins vegar höfum lagt á það áherslu að eiga meira og betra samstarfi íbúa. Við teljum að megi efla íbúalýðræði með bænum og gera það með skilvirkum hætti þannig að hverfisnefndir hafi til dæmis meira vægi í stjórnsýslunni. Við leitum meira til íbúana með hin ýmsu mál og jafnvel bjóðum upp á íbúakosningar ákveðin deilumál sem að væri þá hægt að afgreiða bara á grundvelli skoðana íbúa í bænum. Við teljum líka að það megi efla ferðamanna bæinn Akureyri og til þess þarf í raun að vera að takast á því að byggja upp í Hlíðarfjalli mjög öfluga starfsemi. Við teljum að það megi gera með því að taka inn fyrirtæki og vinna þar með bænum að þeirri uppbyggingu sem þarf til. Hvar myndið þú skera niður í rekstri sveitarfélagsins sé það nauðsynlegt? Í fyrsta lagi vona ég að það verði ekki þörf á niðurskurði en ef það kemur til þá munum við sjálfstæðismenn standa vörð grunnþjónustu og í rauninni mætti skera þá á öllum öðrum stöðum heldur en að grunnþjónustunni. En við allan höfum lagt okkar stefnuskrá þannig fram að við erum ekki að leggja mikla áherslu á framkvæmdir eða fjárfestingar, heldur meira á innviðina, byggja þá enn frekar upp og sérstaka áherslu erum við að leggja á heilsugæsluna. Við teljum að staðan á henni sé ekki mjög góð þessa dagana og við þurfum að standa vörð hana og tryggja góða þjónustu við bæjarbúa. Við erum að byrja á ólögbundnum verkefnum. Hins vegar verðum að passa okkur á því að skera ekki svo harkalega niður að við fáum það niðurskurð tvöfalt tilbaka eins og hefur verið að gerast í öldrunarmálum og skólamálum. Þar hefur starfsfólkið okkar unnið þrekvirki, þolinmæði þeirra á þrotum og við þurfum að bæta í þar. Til lengri tíma þá þurfum við að byggja hagkvæmari innviði vegna þess að við viljum ekki eyða peningunum í óþarfa malbik, steypu
hirðingu og snjómokstur, við eigum að eiga því fólk og þjónustu. Sveitarfélagi hefur þurft að beita aðhaldi í rekstri eins og flest önnur sveitarfélög undanförnum árum og eins og staðan í dag erfitt að finna stað til þess að skera frekar niður nema það fari að bitna á íbúum bæjarins. Hins vegar, ef til þess kæmi að það þyrfti að fara í frekari niðurskurð, þá þurfum við að huga því og jafnvel forgangsraða hvernig þjónustu og hvaða þjónustu við viljum veita bæjarbúum. Og þá ber helst kannski að líta á þjónustu sem ólögbundin og kæmi þá niður á styrkjum og samningum sem sorglegt því það svo stór partur af því að gera góðan bæ betri. Við erum alveg tilbúin til þess að glíma við það að skera niður í yfirstjórn, skera niður í rekstri fasteigna og umfram allt þurfum við líka að huga því að ná hagkvæmari samningum fjármagnsbyrði af lánum bæjarins. En við höfum mestan áhuga á því hjá Dögun að styrkja tekjugrunn sveitarfélagsins með því að sækja okkur aukna hlutdeild í fjármagnstekjuskattum, í auðlindagjöldum og í sanngjarni gjaldtöku af ferðaþjónustu. Þannig stöndum við okkur betur í því að reka okkar bæjarfélag með hagkvæmni og hagsýni og við hikum ekki við það að endurmeta reksturinn á þeim verkefnum sem hafa verið útvistuð, hvort sem það í sorphirðu eða í snjómókstri. Þannig eigum við að geta sótt okkur tekjur til að standa betur að þeirri þjónustu sem fólkið okkar þarf. Ég tel nú sem betur fer ekki að við þurfum endilega að skera niður. Við erum að koma úr niðurskurðartímabili og það bjart framundan í efnahagslífi bæjarins og landsins. Ef að það þyrfti að skera niður, þá tel ég ekki hægt að skera meira niður í rekstri. Það yrði þá að vera í framkvæmdum. Við höfum Akureyringar hafa verið duglegir að framkvæma síðustu 10 árin, þannig að þar hugsanlega borð fyrir báru. Þannig að það það sem að myndi bera niður ef að þyrfti að skera niður. Ég held að tímapunktur fyrir sveitarfélagið Akureyri sé þannig að við þurfum ekki að skera meira niður. Við höfum verið að reka bæinn mjög vel á síðasta tímabili, við höfum varið grunnþjónustuna og við höfum kannski hagrætt í þeim flokku þar sem okkur hefur þurft að gera það. Þannig að gamli góði frasinn að það sé búið að skera inn að beini, hann ekki lengur til og nú bætum við á beinin. Þegar kjörnir fulltrúar koma að rekstri í sveitarfélaga þá ber okkur alltaf að sína aðhald í rekstri. Okkur ber alltaf að hugsa bestu leiðir, okkur ber alltaf að fara vel með peninga. Að skera niður svolítið kröftugt orð. Nú, ég ekkert viss að sé margir staðir sem hægt að skera niður og við höfum ekkert að fara með það að leiðarljósi. Nú, það má alveg hugsa sér hvort að ýmis rekstraform séu æskileg. Hvort að fasteignar Akureyrarbæjar getum við hugsað að reka það öðruvísi. Nú, Norðurorka eins og það og þegar við erum að borga fjármagnstekjuskatt til ríkisins, að því við erum að færa fjármagn á milli deilda, þarna má hugsanlega gera betur. En sveitarfélag snýst miklu meira heldur en bara rekstur. Það snýst líka þjónustu og lífsgæði. Og það þarf að spinna þessa hluti vel saman og við þurfum bara að finna leiðir og ákveða okkur hvað viljum við gera og hvernig viljum við búa. Hvað telurðu helst að ógni framtíð sveitarfélagsins? Já, ég gæti sagt náttúrulega ef Súlu fari að gjósa. Við erum náttúrulega í þjóðfélagi það sem við þurfum ekki að hafa rosalega mikla áhyggjur. Við erum ekki með eins og víðar erlendis, einhver tsunami, eitthvað svoleiðis. Þannig að ég held við eigum það tiltölulega gott og við erum mikið öryggi hér og ég held að það sem upp á að bjóða hér, skólarnir og afþreying og íþróttir sé bara fyrsta flokks. Það sem þurfum að passa okkur á að við hlúum að þessum hlutum og grunnþörfum, þannig að við erum ekki að skera endalaust niður þangað til að þessar hluti geta ekki fungera lengur. Ég tel að það þurfa að gera meira í atvinnumálum hérna á Akureyri og þar skiptir máli að við fáum öflugan tækniháskóla til þess að efla þau fyrirtæki sem eru hérna í bænum og til þess að búa til umhverfi fyrir nýsköpun. Við sáum það hvernig Háskólinn á Akureyri breytti umhverfinu inn í leik- og grunnskólum til dæmis þar sem var aukin fagmennska, meiri rannsóknir á því starfi sem þar fer fram. Ég vil sjá þetta gerast meira inn í fyrirtækjunum og atvinnulífinu. Þannig að verði til störf sem að við fáum fólk til þess að flytja inn í bæinn og að vera í bænum. Ef maður hugsa ógnir sveitarfélagsins þá það fyrst og fremst það að við erum ekki að skapa nógu mikið af störfum fyrir þann mannauð og það velmenntaða fólk sem við viljum sjá hér í samfélaginu. Og þarna þurfum við að gera bragarbót á. Við höfum líka áhyggjur af raforkuflutningum til bæjarins. Í dag erum við ekki að fá næga raforku hér til bæjarins og það stendur í vegi fyrir frekari framþróun í atvinnulífi.
Þarna erum við að sjá ógnanir. Ég tel líka mikilvægt að landsbyggðin haldi velli og ógnanir fyrir okkur hér á Akureyri felast í því að landsbyggðin er að minnka. Jaðarsvæðin er að færast nær samfélaginu okkar. Þar þurfum við það er virkilega áhyggjuefni. Sko það sem ógnar þessu sveitarfélagi eins og svo mörgum öðrum á landsbyggðinni fólksfækkun. Það er nú reyndar ekki að fækka fólki hérna en við erum alltaf í stöður í baráttu að halda í fólk, halda í gott fólk. Við erum í stöður í varnarbaráttu fyrir þau störf sem við höfum hérna, bæði opinber og auðvitað í einkageiranum og við erum alltaf blösið þeirri áskorun við að skapa hér umhverfi fyrir atvinnuuppbyggingu og þjónustu sem laðar fólk á svæðið og heldur því á staðnum. Þetta okkar helstu áskoranir og eru sameiginlegar flestum stöðum á landinu utan höfuðborgarsvæðisins. Ég myndi segja stöðnun, að við stöðnum í hugsunargangi sem segir að það sem við gerum núna sé best eða það sé nógu gott. Við þurfum alltaf að vera að leita á nýmið hugmynda og leiða umræðina í það átt að við getum alltaf gert betur. Og við í Ellistanum, við erum með hugmyndur að reyna að leiða saman atvinnulífið, við erum að leiða saman skólana okkar og allt samfélagið í umræðu hvernig við getum alltaf gert betur. Akureyri bær tækifæranna og það okkar motto. Nú, ég hlýt náttúrulega varðandi ógnanir í sveitarfélaginu, þá var ég að telja fram Reykjavíkurflugvöll. Ég held að það geti verið gríðarlegt bylmingshöll fyrir bæinn ef við myndum missa hann, bara út frá almannaflugi, sjúkrafluginu og annað. Og það ein af stóru ógnunum. Önnur raforkuflutningar til bæjarins. Við erum svo, fólk hefur kannski tekið eftir, það eru flöktandi ljós hérna á kvöldin og við erum í slæmum máluvandi atvinnulífið. Ákveðin fyrirtæki sem búa við raforkuskort og eru fann að keyra olíu og fleiri fyrirtæki. Þannig að við erum í slæmum málum það. Það eru svona ógnanir sem við séum kannski helstar í umhverfinu. Síðan náttúrulega heilsugæslan, við mögum ekki gleyma henni. Þetta gengur ekki að skuli vera 5-6 Akureyringar sem hafa ekki aðgengi að heimilislækni. Þannig að við lítum á það sem eitt af stórum málunum og það þarf virkilega að breyta og fara í virkilega umbætur á heilsugæslunni. Takmörkun á flutningsgetu raforku til Akureyrar og fyrir atvinnulífið ákveðin ógn og við henni viljum við bregðast. Skortur á atvinnutækifærum, sérstaklega fyrir háskólamenntaða, í því samhengi viljum við efla nýsköpun og frumkvöðlastarf og margir flytja á bænum vegna atvinnu. Skilningsleysi og miðstýring í Reykjavík ákveðin ógn. Skýrasta dæmi í Reykjavíkurflugvöllu slíkt skilningsleysi. Við viljum flugvöllin áfram, miðsvæðis, hann lífað landsbyggðarinnar og honum má ekki fórna fyrir sérhagsmuni. Staða heilsugæslunnar, viðvarandi læknaskortur FSA ákveðin ógn fyrir samfélagið og við sem samfélag þurfum að standa vörðum þessar mikilvægu stofnanir. En sem betur fyrr eru styrkleikar Akureyrar margfalt meiri en veikleikar. Við höfum magnaðan bæ, hér býr fullt af frábæru fólki, við viljum hafa það hér og hvetja það til frekari dáða. Hvar liggja helst tækifæri sveitarfélagsins? Sko rétt eins og með ógnanir þá eru við tækifæri bara hinn hliðin á ógnunum þannig að það sem við erum að tala mikið til það sama en tækifærin mitt liggi í því að búa hér til aðlaðandi umhverfi fyrir íbúana, gera það gott að búa á Akureyri, skapa hér umhverfi sem að laða gott og hæft fólk að sem vill vera hér. Við höfum þann styrkleika að vera með mjög fjölskylduvænt umhverfi og þetta eigum við að byggja á, segja fólki koma hingað. Byggjum upp opinbera þjónustu og þjónustu við fyrirtæki sem þjónustu á Norðurland og Austurland. Við erum miðjan á því, við erum hin borgin á Íslandi. Við erum hin borgin og við höfum að leggja áherslu á það. Akureyri hin borgin og við tökum okkur stöðugt þannig og við erum stolt af því og byggjum á því og löðum þannig til okkur fólk opinbera þjónustu og fyrirtæki. Ég tel helst að tækifæri sveitarfélagsins liggi í því að Akureyri byggist upp sem eins konar míniborg sem hafi alla þá þjónustu eins og sambærilegar borgir í Evrópu. Og þá ég að tala öflugan miðbæ, sterkt mannlíf og almenningssamgöngur sem íbúar geta nýtt sér. Að samanskapi sé ég fjölmörg tækifæri í atvinnulífinu og þá horfi ég sérstaklega til háskólans. En ég vil að hér byggist upp öflugur tækni og verknámsskóli á háskólastigi sem laða að sér fyrirtæki og hæft starfsfólk og þá ég að tala vel launuð störf. Að samanskapi sé ég mikið af vannýttum tækifærum í ferðamennsku. En ég sé Akureyri fyrir mér í framtíðinni sem vetrarparadís ferðamannsins og þá ég að tala millilandaflug hingað allt árið umkring. Það náttúrulega bara í innviðunum hérna. Við erum með frábært umhverfi og bara bærinn hefur allt. Hann hefur háskóla, hefur gott skólakerfi, bæjarfélagið stendur vel. Við erum með öflugan háskóla og
Við erum að fá millilandaflughinga, það er að byrja núna bara í næsta mánuði held ég. Þannig það tækifærin eru allstaðar. Og við þurfum bara að fara í það að virkja öll þessi tækifæri. Við erum með alla innviði til þess að ná langt og ná enn lengra. Við stöndum framar í flest sveitarfélög, hvað var það rekstur og hvað var það þjónustu. En við viljum bæta þjónustuna og við viljum bæta reksturinn og við viljum vera leiðandi. Við viljum vera það sveitarfélag sem aðrir horfa til. Það er mjög mikilvægt. Fólk hugsa það, hvernig sveitarfélagið á að vera, þá eigum við að hugsa Akureyri. Já, Akureyri er auðugt sveitarfélag og við eigum mýmörg tækifæri. Við sjáum tækifæri í ferðaþjónustu, með auknu millilandaflugi. Við sjáum aukinn tækifæri í listum og menningu. Þar getum við sótt fram. Við sjáum aukinn tækifæri með tilkomu atvinnustarfsemi á Dysnesi, sem er mjög mikilvægt fyrir okkur. Við sjáum líka aukinn tækifæri hér á svæðinu með tilkomu Vaðlaheiðarganga, þar sem Akureyri verður þá meira höfuðborg alls Norð-Austurlands. Við erum líka að sjá tækifæri í þjónustu við skipahútgerðir, en eins og Slippurinn hefur verið mjög leiðandi þar í og önnur fyrirtæki sem því tengjast og þar sjáum við góð tækifæri. Þannig að ég reynd má segja að það sé fullt af tækifæri fyrir Akureyri og við eigum að geta verið bjartsýn á framtíðina. Ég held að tækifærin felist í því að hlúa því sem er til staðar fyrir ferðaþjónustu og heilbrigðisstofnunum, stórum stofnunum, háskólanum. Við viljum efla þessar stofnanir. Það þarf ekki alltaf að vera að finna upp hjólið og það þarf að huga því sem græðir vel hér nú þegar. Ferðaþjónusta, við viljum leggja áherslu á gæðaferðamennsku. Við teljum að þessi massatúrismi sem við höfum verið að vitna með aukningu á komum skemmtiferðaskipa sé röngstefna. Við viljum snúa þeirri stefnu. Við viljum að bærinn skilgreini sig sem ferðamannabær betur og við viljum að það veri gert í formi heilsutengdra ferðaþjónustu með áherslu á menningu. Við viljum efla strandveiðar. Við viljum að á Akureyri eru smíðaðir búnaður og bátar til strandveiða og hefur verið gert langa hríð. Þetta er vistvænt, þetta er þjóðhagslega hagkvæmt og byggðavænt. Ég held að við Akureyringar ætlum að geta byggt upp mikið fyrirmynda samfélag á Akureyri næstu árum og fyrst og fremst er bara mannauðurinn og menntun þeirra sem búa hérna, byggja upp menntun og menntunarstigið. Og þar eigum við náttúrulega frábæra skóla, grunnskóla, verkmenntaskóla, menntaskólan og ekki síst háskólan. Það er virkilega sem við þurfum að leggja mikla áherslu á. Í atvinnulega líka á millilandaflugið. Við höfum að fara að byggja túrismann og opna gáttinn í landið. Ég vil sjá Kjalveg koma þannig að við tengjumst betur samgöngulega. Ég hef talað mikið þjóðveg 1 og styttingar. Fyrst og fremst bara að við byggjum æðislega náttúru og þetta sé raunverulega það sem við höfum að byggja á. Ég heldur raunverulega að Akureyri geti orðið bara fyrirmynda samfélag á Íslandi. Við eigum bara að stefna á því að vera númer 1 og standa svolítið saman í þessu hvert við höfum að fara og hver markmiðin er að vera og mikilvægt að við setjum okkur takmörk hvar við viljum vera eftir 15-20 ár. Tækifæri sveitarfélagsins liggja í vörumerkinu Akureyri. Það er ótrúlega dýrmætt vörumerki. Við erum menningabærinn Akureyri og það er ákvörðun að vera menningabær. Þar þurfum við að standa undir nafni. Við erum skólabærinn Akureyri og ég held hér höfum við alla burði til að vera með bestu skóla á landinu. Bæði hvað varðar umgjörð og kennara og það á öllum skólastigum. Við erum ferðamannabærinn Akureyri. Akureyrarbær er mjög stór þáttakandi í allir ferðamennsku hérna og hér fólk á að flykkjast hérna í umvörpum að því að við kunnum að taka við móti fólki, við kunnum að þjónusta og fólk á að upplifa meira á Akureyri en það heldur að það geri í rauninni. Og svo síðast en ekki síst þá erum við fjölskyldubærinn Akureyri. Hér á öllum fjölskyldum að líða vel. Öll börn eiga að alast upp við jöfn tækifæri. Og það er svo dýrmætt. Framtíðin er jú þeirra. Þetta er það sem frambjóðendur höfðu fram að færa. En hvað segja kjósendur? Góðan daginn. Góðan daginn. Hvað segir þú? Bara allt ljómandi. Njóta þín í blíðunni? Ó já, verður maður ekki að gera þess að fá að daga? Jú. Við erum hérna að spyrja fólk hvort það sé búið að ákveða sig hvað ætlar að kjósa í komandi sveitarstjórnarkosningum. Þetta mía. Nei, jú, já. Það er þetta ekki allt sama súpan bara sitt hver útfærslu? Sumir vilja meina það? Já. Nei, ég er nú ekki búin að taka ákvörðun en það er... Þetta eitthvað búin að velta þessu fyrir þér? Já. En ég gef svo sem ekkert upp
En eftir hverju ferðu? Ferðu eftir stefnumálum, fólki, flokkum? Sko, mér finnst stefnumálum vera mjög lík eða mjög svipuð svona þessi dagana. Þannig að ég er búin að vera að horfa svolítið á fólki sem er í flokkunum. Svona, þegar ég sé andlit sem ég treysti þá eru það alveg stig, sko. Lárus. Herri, ég ætla að fara að sinna barninu. Já. Það er ekkert búið að ákveða eitt eða neitt, sko. Eitthvað búin að pæla í þessu? Nei, ekki mikið. Ætlar að gera það? Ég hugsa maður lítið á því og ég reikna með því. En það er nógu tími ennþá, sko. Já. Það eru nokkri dagar. Það er nokkri dagar. En Óli er örugglega búinn að ákveða þetta allt saman. Óli, hvernig er þetta? Ertu búinn að ákveða þetta? Nei. Ekki, nei. Eftir hverju ferðu þegar þú ákveður hvað þú kýrst? Stafrófinu. Já. Og hvernig er þá stafrófið? Þú byrjar bara þá fremst og þeir sigra? Já, þetta er bara, svona, já. Þannig að hvað sigra hjá þér í ár? Já, það fer eftir hverju efstur á lista og hvað bókstafu byrjar. Já. Ég sé A, ef það er ekki þá B. Nei. Ég þarf að hugsa hvað aðra aðferð. En þú ætlar að mæta á kjörstaðinga síður? Er það ekki? Ég bara, sko, veit það ekki. Ég bara, ekki hugmyndu það. Ef ég er í bænum, þá ger ég það. En pollur róleg yfir þessu? Alveg pollur róleg. Vinstra megin, það er eina sem ég veit. Vinstra megin, hvað þýðir það? Ég er nú tóttölukunnaða fyrir mig. Ég kýs ekki þá sem að vilja ekki láta uppi hvernig það ætla að fara því að framkvæma hlutina. Sjálfstæðisflokkurinn hefur sagt orðum hvar hann ætlar að taka fé til að uppfylla símaskrána sem þeir gáðu út núna fyrir viku síðan. Framsókn ekki heldur. Þannig að mér líst betur á framboð sem að hafa styttri óskalista en einhverja hugmyndir hvernig það ætla að útfæra hann. Þannig að ég bara horfa til svona nýrra átta. Jó, ég held sé búin að ákveða mig. Já. Við fengum hérna góðan mann í heimsókn hjá okkur daginn og við vorum heldur ánægðir með hann. Nú, hvað, var það eitthvað sérstök málefni eða? Hvað heitir hann aftur? Ég man ekki hvað hann heitir. Það var Elliston, ég man ekki hvað hann heitir. En ykkur leist vel á hann? Já, mjög. Voru það? Ekkert sérstök málefni, sko. Þannig, sko. Bara viðkunnilegu maður? Já. Þannig að þið eru ellistamenn? Já. Við erum báðir aðfluttir, þannig að við kannski vitum, búin að fylgjast lítið með síðustu mánuði, sko. En það munaði það að fá hann í heimsókn og... Það var að spila lokaatkvæði. Við komum með náungi, sko. Eru þið búin að ákveða hvað þið ætlaði að kjósa helgina? Nei, ég hef ekki alveg búin að ákveða það. Ertu eitthvað byrjað að pæla? Aðeins. Og hvernig líst þér á þetta? Bara nokkuð vel, sko. Ég ætla aðeins að hugsa mig betur og svona. Er eitthvað sérstakt sem þú vilt sjá? Eitthvað sérstakt málefni sem þessi skipta máli? Já. Nei, ég hef svo sem ekkert spáð, þannig í því. Launamál kannski eða eitthvað, þú veist. Má alltaf bæta það. Eru þið búin að ákveða hvað þið ætlaði að kjósa á laugardaginn? Gott, nei. Nei, ég er svona á því að skila auðu, sko. Hvers vegna? Ég bara er ekki búin að kynna mér flokkana allan og vel, þannig að mér finnst ekki verið að taka skynsama ákvörðun ef ég er að kjósa bara eitthvað, sko. Það er ennþá nokkri dagar til stefnu? Já, það er ennþá nokkri dagar til stefnu. En þú, ertu eitthvað að velta þessu fyrir? Eiginlega ekki. Eiginlega bara alls ekki. Það er margt annað að hugsa um þessa dagana heldur en eitthvað. Nákvæmlega. Kannski alveg sama eða hvað? Nei, alls ekki alveg sama. Ég hef bara ekki getað kynnt mér þetta nóg til þess að taka afstöðu á þessu. En þú munt mæta á kjörstað? Ég veit það ekki heldur. Ég er að fara að flytja helgina. Vorum að kaupa íbúð. Vorum að fasteignasölunni. Til hamingju þá bara um íbúðina. Takk fyrir það. Eru þið búin að ákveða hvað þið ætlaði að kjósa á laugardaginn? Nei. Svona já. Nokkurn veginn og viltu gefa það upp? Ég hallast meira svona bjartri framtíð, sko. Hvers vegna? Bara til að styrkja aðalega tónlistarlífið og bara akureyska menningu, sko. Og hvers vegna ert þú ekki búin að ákveða þig? Hvað, ertu að býða eftir einhverju sérstöku eða ertu að melta þetta? Ég er ekki búin að lesa neina stefnuskrá, sko. Þannig að ég áttur að gera það. Átti bara ekki að fá þetta í pósti fyrir löngu. Ég held það. En hefur einhverja skoðun? Hallast að einhverju sérstöku framboði svona fyrirfram? Kannski bjartri framtíð eins og hann.
af sömu ástæði. En eins og ég segi, ég er ekki búinn að kynna mér þetta. En hvað myndirðu vilja sjá á stefnuskrá flokkana? Eitthvað sérstakt? Færri fótboltavelli, búið að eyða nógu miklu pening í það. Tónlistarlíf. Og þar með ljúkum við umfjöllun okkar vegna sveitarstjórnarkosningana árið 2014. Gleðilegar kosningar!